Ég heiti Harpa Ýr og ég er að hjálpa krökkum og foreldrum þeirra að velja skólatöskur. Þessar töskur eru mjög góðar fyrir það að þær eru með svona breiðum ólum, axlarólum. Það skiptir rosalega miklu máli þegar taskan er komin á axlir barnsins. Það sem við þurfum að skoða og hafa í huga þegar við erum að leita af töskum. Þá þurfum við að byrja á því að stilla töskuna þannig að hún sitji þétt upp að baki barnsins. Og þá sjáum við að hún liggur alveg svona þétt hérna upp að bakinu. Og þegar við erum líka að velja tösku þá þurfum við svolítið að passa upp að taskan passi á bakið. Þannig að ef við finnum mjaðmi barnsins og tökum svona cirka 10 cm fyrir neðan mitti og taskan hérna á honum nær þangað, ef að taskan er farin að vera neðar en það, þá er hann í rauninni orðin of löng og stór. Og þá er í rauninni taskan farin að sitja á rassinum en ekki á bakinu sjálfu og það viljum við ekki. Og þegar við erum búin að smetla hérna þessari brjóstól, þá þarf að stilla hana þannig að hún í rauninni sitji bara þétt. Það er ágætt að hafa hana svona frekar ofalega þannig að hún í rauninni sé hérna liggi yfir brjóstið en ekki hérna magann. Og þá sjáum við það að axlarólarnar þær eru ekkert að fara neitt ef þau eru að hlaupa eða eitthvað slíkt. Og dreifir líka þyngdinni. Og er ekki líka að tala eitthvað varðandi breiddirnar fyrir axlirnar? Það er breiddin á töskunni. Ef að taskan væri mikið breiðari eins og hérna fyrir hann, þá væri hún farin að reka hendunar hérna í þegar hann var að labba. Já, þetta er svona kannski helstu atriði sem við erum að hugsa um. Og svo náttúrulega líka kannski hvernig við röðum í töskunni. Við viljum setja stærstu og þyngstu hlutina næst bakinu og svo léttari aftur. Nesti má fara annaðhvort neðst í töskuna eða hérna, sumir eru með svona nestisvasa. Frábært. Það held ég að sé bara komið. Æðislegt.